Helena, síðustu tap fyrir Bosníu í kvöld í hörkuleik þar sem þið leiðir bara bróðurpartinn. Lítill munur á leikliðsins frá bara síðasta leik, nokkur dögum. Hvað er að gerast hjá okkur? Mér fannst bara einhvern veginn bara svona skilverkari sókn. Við vorum að leita mikið inn í og isolata svolítið þar og það gekk rosalega vel. Mér fannst að vera að berjast betur í vörninni og bara fullt að við hittum að lélegan skotaði fyrir utan því að það hefði verið góð skotaði fyrir utan, það held ég að það hefði ekki alveg endað í -10. Allt svolítið erfið með fylgistarskotin í þessum leik. Það er ekkert erfitt þegar þær fara bara líkuð að bakka að okkur inn í teginu, að komast aftur inn í teginu. Þú verður að skora mikið í fyrsta leiknum þetta bara úr layupum og fleira. Jú, það er náttúrulega, þú veist, við höfum alltaf talað um það, við þurfum að vera að setja sér skot þegar við ætlum að reyna að sigra þessi lið og það er einmitt bara svolítið fúlt að það hafi ekki, af því mér fannst einhvern veginn allt annað verið í lagi, mér fannst vörnin vera fín, góð barátta og við vorum að frákasta fínt með að þetta er búið að vera mjög gott frákastalið undanfari og þannig að ég var bara ógeðslega fúlt af skotin detting en stundum gerst þetta bara og við vorum bara að lifa með því. Einhverju breytingar á liðinu fyrir þennan síðasta glugga, hvernig finnst þið liðið hafa komið saman svona í þessum glugga? Bara nokkuð vel sko, við erum svona loksins á að halda einhverju smá kjarna þó það séu þetta svona alltaf, þú veist, 3-4 kannski sem er að koma nýjar inn eða koma aftur inn eða hvernig sem það er og það er náttúrulega bara búið að vera svona, þú veist, það þarf að vera ákveðin kjarni sem er helst og núna er Ívar að hætta og einhver nýr að koma inn þannig að það verður bara gaman að fá eitthvað svona nýtt blóð og vonandi bara halda, þú veist, heldur þessi kjarni áfram, við getum haldið áfram að byggja upp bara á næsta árum. Rétt skilja það með það smá þjóðleikar og svo önnur undankeppni á næsta ári? Já, ég ætla að veita smá þjóðleikana, við vorum ekki alveg búin að heyra neitt með undankeppni, við ætlum svolítið að sýna hvað við getum til þess að eiga skilja að vera í þessari keppni og var svolítið leiðilegt að tapa svona stórt á laugardaginn því að manni fannst við hafa gefið það mikið að við ættum ekki tala með 30 en tapa með 30. Ég held bara, þú veist, ég sagði það er náttúrulega bara svolítið svona, þú veist, auðvitað skrítið þegar þjálfari fer eða þegar það koma þjálfaraskipti þá tekur alltaf smá tíma en vonandi er hópurinn orðinn það svona kjarnasterkur að það ætti ekki að skipta neinu máli. Þetta er með eina fárlega spurningu, ertu með einhverjas óskýrum hver takir í liðinu? Herðu, nei, bara, þú veist, það er ótrúlega gaman að fá bara nýtt blóð held ég og þú veist það, ég held að það er erfitt að segja eitthvað, ég veit ekki eins og hver er líklegur eða neitt og maður er þetta svona grunað að Ívar væri að stíga til liðar og svo var hann svona staðfestað núna þannig að KK lítur að fara bara í leita nýjum og vonandi bara að fá eitthvað skemmtilegan og góðan þjálfara. Allir spenntið fyrir því? Já, ég held það bara. Takk.